stef úr loftinu. Það kannski eitt af því sem ekki rætt mjög mikið, það fátækt. Og það reyndar óbúinlega einföld skýring á því. Og það það að fólk sem fátækt, það á ekkert sérstaklega greiðan aðgang að fjölmiðlum eða opinberri umræðu og kannski af því þessu fylgir líka skömm og það kannski ekki heldur að tranna sig fram í opinberri umræðu þannig að það getur verið fátækt býsna nálægt manni án þess að maður í rauninni verði var við hana eða upplifið hana en þú náttúrulega í sambandi við fólk sem beinlínis fátækt alla daga og ég spyr nú bara einfaldlega hvað fátækt mikil hér á Íslandi núna og meira en hefur verið? Já, hún miklu meira en hún hefur verið og bara eftir hrun þá hefur fjölgað mjög mikið í þeim hópum sem að leituðu sér aðstoðar. Nú hef ég verið í þessum grasrótargeira fátæktar í 14 ár og get þar af leiðandi borið saman hvernig þetta var árið 96 og nú í dag eða bara rétt fyrir hrun og eftir hrun að við vorum með öryrkja og við vorum með eldri borgara og einstæða foreldra frá 96 og alveg fram að hruni. Síðan fór að bætast inn þeir sem voru atvinnulausir og það jókst í þeim hópum sem höfðu leitað aðstoðar og núna eftir hrun þá ófremdar ástand. Það hefur fjölgað gríðarlega hjá þeim sem eru öryrkjar, hjá eldri borgurum og hjá einstæðum foreldrum og auk þess að þá erum við líka komið með alla þá sem eru atvinnulausir og þar á meðal eru náttúrulega útlendingar. Því að þeir hafa sömu réttindi og Íslendingar og svona get ég lengi talið. Það sem ég raun og veru í samtöku við Fjölskylduhjálpina að þá störfum við í Reykjavík og við erum með allt upp í 700 fjölskyldur á viku, á miðvikudögum og erum í dag talin að mörgum vera orðin eina stærstu hjálparsamtökunum sem jákvætt eða neikvætt en við erum búnar að opna á Akureyri og erum að opna núna á Suðurnesjum á 50 daginn kemur og ástæðan fyrir því að við erum að opna á Suðurnesjum að þar mjög dulin fátækt og ég hef talað við marga Suðurnesjabúa og þeir fagna því að við séum að koma þarna en auðvitað verður það erfitt fyrir fólk að koma til okkur í fyrsta skipti en þetta skömm og þá vil ég koma að einu það sem hefur kannski komið svolítið við mig þegar verið að tala þegar kom í erlendu fjölmiðlum þegar franskur sjónvarpsmaður eða blaðamaður var hjá okkur einn dag og síðan talaði hann við íslenska fjölmiðil og þá kom í ljós að hann var alveg rasandi yfir þessum mataröðum. En ég búin að tala við 50 sjónvarpsstöðvar og útvarpsstöðvar og blaðamenn út allan heim frá hruninu. En þetta einhvern veginn komst núna til íslenska fjölmiðla og þá var allt alveg, ekki vitlaus skal segja, en þá var þetta svo mikil skömm. Og stjórnmálamenn sögðu þetta væri skömm fyrir þjóðfélagið og skömm fyrir Ísland og svo framvegis. Þetta fyrst og síðast skömm stjórnmálamann í landinu. Að koma því inn hjá fólki að það sé skömm að leita sér aðstoðar, að sýna sjálfsbjarga viðleitni, finnst mér vera fyrir neðan allar hellur að alþingismenn skulu fara upp í pottu niður á Alþingi og segja að þetta sé skömm. En hvað dulin fátækt? Dulin fátækt það að til dæmis stjórnkerfið vill gera allt til að þagga niður fátækt. Og það náttúrulega best þess að gera fátækt sýnilega það að við vekjum athygli og við reynum að gera fátæktina eins sýnilega og mögulegt en það það sem að stjórnvöld vilja ekki. Já. En hvernig, ég veit ekki maður spyr sig bara þetta fólk sem að þú ert með og tala við, hvernig upplifir það svo ástandið eins og það? Það náttúrulega bara, við erum í dag með brotna sálir og það eru margir sem hafa tekið eigið líf. Aldrei fáum við neina statistikk. Ekki heyrum við það í pontinu og Alþingi hvað margir hafa tekið eigið líf frá hruni. Þetta mjög alvarlegt mál. Nú, heimilin eru svo löskuð að í raun og veru þetta svo sorglegt að við skulum hafa upplifað það eftir hrun að bara allur möguleiki til lífsgæða hér á Íslandi fyrir stóran hóp, hann horfinn. Og ég vil til dæmis nefna eitt, af hverju þetta svona? Það vegna þess að ég vil meina
að það fullkomlegt skilningarleysi innan kerfisins. Og hvað ég þá að tala um? Það verið að skipa nefndir og ráð og halda ráðstefnur. Og ég segi, fátækt fólk borðar ekki ráðstefnur, nefndafundi eða aðra fundi. Og þeir sem eru með þessa fundi og skipa þessar ráðstefnur sem kemur nákvæmlega ekkert út úr, og ég fullir það bara hér og nú, eins og ég hef setið þær nokkrar, sko, það skila engu og fólki sem í þessum nefndum, ráðum og skipuleggja þessar ráðstefnur, sko, það frumskilyrði að þeir sem ráðast í að vinna í velferðargeiranum, hvort sem það hjá ríki, sveitarfélögum eða borginni, að það fari 3 svar í matarúthlutun og fái tilfinningu fyrir því hvað að ske. Það svo þægilegt fyrir fræðimenn að lesa bara súluritum á einhverjum töflum, en þú veist ekki hvað þarna baki. En hvernig tökum við svo á þessu? Ég meina, hvað þurfum við að gera? Sko, það náttúrulega svo margt sem þarf að gera, en það finnasta núna að það búið að stofna fræðasetur við Háskóla Íslands okkur þriðja geirann. Hefði nú ekki verið nær að fara aðeins og byrja á hinum endanum og að þetta fólk hreinlega bara kæmi til okkar og til annarra hjálparstofnana og kynntu sér raunverulega hvað værum að vera. En fræðasetur, og við brosum mörg yfir því. En svo vil ég segja annað að það skrifaði maður í morgun, ég var að lesa það á eyjunni, að miðað við hvað við látum yfir okkur ganga. Þjóðin náttúrulega frábær og við erum dugleg og við viljum öll vinna. Sko, fólk farið að velta því fyrir sér hvort að þjóðinni sé gefið róandi lyf í gegnum vatnsveiturnar. Vegna þess að þetta með ólíkindum hvað þolmörk þjóðarinnar eru gríðarlega há. Sko, við látum, og þrælsóttin það eins og við þorum ekki að stíga fram á mótmæla, vegna þess að hingað til hefur það verið þannig að þú ert bara sett á frost. Þessi bara alveg óferjandi og óalandi og hún fær bara ekki neitt. Síðan má líka nefna það að það líka galli að við erum að horfa upp á fjöldan allan af fjölskyldum sem hafa verið aldar upp í kerfinu. Þá ég að tala um embættismannakerfinu, félagslega kerfinu, velferðarkerfinu, þá ég að tala um embættismenn. Það eru heilu fjölskyldurnar sem að fá bara alltaf sinn tekkaðu mánaðamót, engar áhyggjur. Það fá aldrei nýir straumar að koma inn í þessar stofnanir. Vegna þess að það haldið svo að halda þessu bara fyrir ykkur ákveðna og það hægt að það hægt að telja upp alveg heilu fjölskyldunar sem eru þarna. Þetta lofar ekki góðu. Formaður, nú ætlum ég bara að taka sem dæmi, hvað fólk getur verið rosalega langt frá veruleikanum, að forstöðumaður velferðarsviðs Reykjavíkurborgar örugglega með 1 milljón á mánuði. Þannig að ég veit það að það var verið að auglýsa eftir skrifstofustjóra hjá velferðarsviði borgarinnar, Egill, og þar voru byrjunarlaunin 700.000. Hvernig á fólk að geta samsama sig eða reynda að setja sig í spor þeirra sem að lítið hafa? Hvernig upplifið þið þetta í verkalýðshreyfingunni? Við upplifum þetta náttúrulega kannski með nákvæmlega sama hætti og hún að lýsa. Það liggur alveg fyrir að megin vandinn liggur til dæmis líka í þeim lágmarkslaunum sem eru í gildi á íslensku vinnumarkaði. Það sem að ég tel vera mikilvægast núna og ég held að félagsmálaráðuneytið sé að vinna að það að svona framfærslustuðli, lágmarksframfærslustuðli, að finna hann út hversu mikið þarf einstaklingur til að geta framfleytt sér og sínum. Eftir því sem ég skilst að það liggja fyrir núna einhvern tímann miðjan desember. Það verður fróðlegt að fá að sjá hvað kemur út úr honum. Ég hef nefnilega lúmska grunu það að það sem kemur út úr þessu framfærslu viðmiði verði það að hér þurfi einstaklingur vel yfir 200.000 krónur á mánuði til þess að geta framfleytt sér. Sko, við komum náttúrulega en það eitt í þessu atvinnuleysi og það eru öryrkjar sem eru á bótum. En við höfum, til dæmis í Bandaríkjunum hugtak sem heitir the working poor, það fólk sem hefur vinnu, en er samt fátækt vegna þess að launin eru svo skratti lág. Þannig erum við með þetta núna hér á landi líka. Og það er náttúrulega þetta, sko, hér var minnst á sjálfsmorð. Það liggur alltaf fyrir hversu margir fremja sjálfsmorð og félagsmálanefnd kannaði það einmitt stuttu eftir hrun.
og eftir sem minnir þá var ekki aukning á þeim. Stutt eftir hrun, já. En það er sjálfsagt að þetta er mjög alvarlegt ef þetta er dæmið og ég vil að menn komi með tölur það. Já. Nú, það til fátækt. Það vill svo til að ég bauð einum atvinnuleysismanni í kaffi hendi mín næst síðasta sunnudag og ræddi við hann í klukkutíma og fór í gegnum hans mál. Og hann er atvinnulaus, hann var atvinnulaus að algjöru tilvíðin fyrir því sem hann var gjaldþrota. Hann átti ekki að söka á því. Og hann leigir, hann á ekki íbúð, hann fær ekki þessi skuldarniðurfellingar og hann fær húsaleigubætur en hann borgar verðtryggða leigu og þetta dugar ekki. Það bara hreinlega dugar ekki og þá kemur nefnilega annað fyrirbæri inn sem er mjög gamalt sem heitir fjölskylda. Fjölskyldan hans hjálpar honum, það er að segja afi hans og amma. Já, það er mikið. En ég til dæmis ég man eftir síðustu mótmæli á Austurvelli, þá var fólk að segja að þetta eru fólki í jeppunum sem að keyra stímandi niður á Austurvell til að mótmæla og svo, ég veit að ég talaði við gamla konu þar, hún var á með ykkur eftir laun og sennilega sjálfsagt úr lífeyrissjóði. Hún sagði, ég er með 3.000 krónur á mánuði. Þegar ég er búin að borga, þá eru 3.000 krónur. Við erum með alls konar kerfi, við erum með húsaleigubætur, við erum með vaxtabætur. Þessi kerfi eru bæði arfavitlaus. Það verður engin nefnt að setja sig inn í það og búa til húsnæðisbætur í staðinn. Barnabætur koma á skattinum, barnabætur koma á tryggingastofnunum fyrir öryrkja, barnabætur koma í gegnum húsaleigukerfið. Þetta kemur allstaðar frá. Í staðan fyrir að samræma þetta allt saman í einum pakka sem heitir húsnæðisbætur, þannig að þessi dekkað og passa upp á það að menn fari ekki í svona stöðu eins og þessu atvinnuleysismaður sé að tala við. En ég segi það aftur og aftur, atvinnuleysið er það sem er mesti forsendubresturinn og kemur fólk í vest og hefur komið mörgum í fátækt og þessi ekki eiga af og ömmu til að hjálpa að segja að kaupa matinn, að þeir verða þá að leita til hjálparstofnana. Og þetta er gall í kerfunum, í bótakerfunum, sem menn hafa bara ekki nefnt að setja sig inn í. Ég held að það er náttúrulega hræðileg staðreynd að það sé fólk svo fátækt að það þurfa að leita aðstoðar eins og það er að gera hjá þér og þínu góða starfi. Og ég vonandi mun þessi nýja neyslu viðmiðstala geta hjálpa okkur að hífa upp viðmiðið og bætunar leið. En án þess að ég hafi sérstaklega farið í pontu á Alþingi þá held ég að mínir kollegar hafi kannski verið að vísa til þess að skömmin sé ekki fólksins, heldur skömmin sé kerfisins að einhver þurfa að fara í biðröð og fá mat í biðröð. Það er það sem við hljótum að vera allt saman að einhvers staðar er brotalamir í kerfinu fyrst að fólk þurfa að leita sér aðstoðar og fá mat. Og það hlýtur að vera okkar sameiginlega verkefni. Og kerfið er náttúrulega skapað af stjórnmálamönnum og til dæmis eins og millistéttin í dag, hún mun ekki verða sátt við nýjustu lausnir ríkisstjórnarinnar. Millistéttin í dag mun sogast niður á stig og í ferli fátæktar. Það er alveg á hreinu. Því að millistéttin, sumir hverjir hafa verið gríðarlega duglegir að vinna, verið jafnvel í 2 störfum báðir aðilar. En nú er það þannig að hópur sem tilheyrir millistétt er búið að tapa öllu sínu eigið fé í eigninu. Ertu með fólk sem kemur til þín sem var stöndugt og hefur fallið niður? Já. Og er bara í öngu sínum og já. Það er svoleiðis. Það er 200 mann sem eru gjaldþroti sem útrásarvíkningar. Já, en talandi ég vil líka fá að koma inn að. Já, við þurfum að fara að klára þetta. Já, en ég vil til dæmis koma inn að eftir þetta ástand sem hér ríkir, sannleiðir til að það verða mjög margir sem munu verða settir á örorku vegna þess að þurfa alltaf að vera að velta fyrir sig hverri krónu, eiga ekki fyrir lyfjum, get ekki gert neitt fyrir börnin sín. Þetta gerir fólk geðveikt, gerir fólk sér grein fyrir því. Þú verður veikur á sinninu, endar á þunglyndislyfjum og jafnvel þetta fólk verður algjörlega óvinnuhæft. Og eitt vil ég koma líka að Öryrkjabandalagið. Ég hef verið eina fáum sem gagnrýnir Öryrkjabandalagið. Mér finnst að það eigi að skipta Öryrkjabandalaginu upp. Þetta er orðið risavaxið bákn og öryrkjar koma til mín og segja, til hvers er Öryrkjabandalagið? Öryrkjabandalagið er allt og tengt pólitíkusum. Við verðum að slíta þetta núna. Það er ekki hægt að bjóða fram. Nei, ok, ég vissi það, en ég þakka kærlega. Ég þakka kærlega fyrir að koma þáttinn við. Við tölum hérna rétt og eftir skapandi greinar, pólitíska bækur og stjórnlagaþing. Förum í auglýsingar.